Dagur 3. Það var að vera flísaleggja til 2 í nótt, þannig að nú komið að því að setja upp veggjaplötunar, Fiber Trespo-plötunar á veggina. En áður en að því kemur þá þurfum við að klára að setja ull í þau bil sem við þurftum að losa úr vegna þess að við vorum að koma fyrir hérna pípulögn. Fer alltaf í lungun á manni þessi ull hérna, af því maður er ekki með grímu. Hérna á útvegnum þurfum við að plasta, við þurfum að setja rakasperru með viðeigandi hætti og kýtta hana inn og loka henni. Þegar því er lokið þá byrjum við að klæða plötunar. Eða setjum við fyrirgefið, tökum hæðalistana fyrst og klæðum síðan plötunar. Við festum plastið fyrst yfir allan vegginn og skerum svo út fyrir glugganum. Dagur 3, klukkan 2 og það verið að redda hérna ljósunni fyrir ofan spegilinn og reyna að saga hérna fyrstu plötuna sem að fer á vegginn og það er nú yfirleitt alltaf erfiðast. Svona að byrja, koma sér á stað og Tóti er að klára klósettkassan. Hvernig gengur Tóti? Það er bara rosalega vel, maður. Aha. Já, já. Er þetta bara búið? Þetta er bara alveg að vera búið. Það er bara allt alveg að vera búið. Þetta er alltaf að smella. En það er alveg á hreinu að við hefðum ekki getað þetta án hjálp góðra manna hérna á Dalvík. Í plássinu. Já. Jú. Við Tóti komum okkur upp aðstöðu í bílskúrnum til þess að saga plötunar. Við þurfum að snúa á hvolf. Þessar Fiber Trespo-plötur þar að henni við þurfum að sögu þar á röngunni svo við rífum ekki út upp úr hérna framhliðinni þar sem að flísarnar eru. Þannig að það er bara komið að því að græja þetta. Áður en við byrjum á að klæða þá þarf að mæla veggina og deila upp plötunum til þess að finna út hvar er best að byrja. Og í þessu tilfelli ákváðum við að byrja og enda við hurðagatið. Það er ljóst, platan passar. En það sem við höfum eftir að gera, við höfum eftir að taka úr fyrir gólfhittanum. Lokið er sett hérna inn í vegginn og tökum við úr fyrir þessu og svo kemur lokið yfir, þannig að þá passar platan. Og það er sennilega mesta vinnan við að setja upp þessar plötur og það er að taka úr fyrir þessum stútum hérna eins og fyrir handklæðaofninn og sturtuna og gluggan. Þannig að það er skott að vera að drífa sér og ná þessu fyrir kvöldið. Alltaf í kappi við tíman. Ásgeir Páll Matthíasson, rafvirkinn okkar, hann er mættur. Bara svo þið vitið að þá var hann bróðir Matta Matt söngvara. Hérna er lagi vegna þess að... Já. Gerið kemur hérna yfir. Svo röðum við þeim bara eins og dóminó. Plöturnar eru með nót og tappa eða læsingu, þannig að þær læsast svo þétt saman að þú sérð ekki neins samskeyti. Það er smá kúnst að koma þessari fyrir þar sem hún er í horni og við þurfum líka að koma stúdónum fyrir. Ég mændi fyrir gatinu. En þetta eru sniðaðar plötur. Já. Það skal alveg viðurkenna. Ég sé að þú ert alveg með þetta, þannig ég þarf ekkert að vera að blanda mér inn í þetta. Hvað? Þægilega að tveira þetta? Nei. Það passar hún alveg. Get ég eitthvað hjálpað? Já, kannski. Já, svona. Og hérna upp. Svona. Get víst að þetta ekki. Tóti, þú ert svo með þetta. Ok. Hæ? Svo smellir hún bara inn. Já, svo er komið að hún bara smella. Þetta er æðislegt. Ekki fara langt, við ætlum að klára baðherbergi hér á Dalvík eftir stutt á stund.
Sæl aftur, við erum á Dalvík að standsetja baðherbergi. Það var búið að setja hérna plötuna með hinum litnum, hinum flísunum, Fiber transportplötunar hérna í horni. Og nú erum við eiginlega bara komnir á beinubrautina og búin að læra á kerfið, það tók nú ekki langa tíma, þetta er mjög sniðugt. Settum sílikon í kverkina og nú höldum við bara áfram. Bara heil plata næst. Jóhann, hvernig líst þið nú á? Já, hérna, kom inn fyrir. Já, sjá þetta fyrst. Þú eiginlega að sjá þetta, sko. Við völdum þetta, þetta er bara. Þið völduð þetta, já. Ekkert af því. Nei. Og þetta alveg, sko. Hvítt að flott að hafa hvíttinu. Er það ekki? Jú. Hvítt og svo svona Já. koksgrátt. Akkurat. Æðislegt. Það er ekkert af því. Ekkert af því, sko. Nei. Þú treystir mér ekki í þetta, Tóti. Jú. Áður en við byrjuðum að festa upp plöturnar þá settum við Tóti hæðarlista á veggina allan hringinn á baðherberginu og á honum sitja plöturnar. Já, þetta líst mér á. Jóhann hefur komið sér makindilega fyrir fram í stofu. Við erum allavega komin langleiðina með að klæða þessar plötur og reyndar er erfiðasti kaflinn eftir og það er hérna í kringum klósettkassan og síðan þarf að klára að tengja klósettið og vaskinn og hengja upp skápana líka. Veitu, svona, þannig að Ari pípari kemur næst fyrir rósettunum á sturtustútana og festir svo upp blöndunartækið. Ari leggur síðan lokahönd á þrýstispjaldi fyrir klósettið. Virkar þetta eða virkar þetta ekki? Auðvitað virkar þetta. Og þá næst að koma hornbaðkarinu fyrir. Glæsilegt. Smellpassar. Já, er það ekki? Já, smellpassar þetta. Svo að láta renna í karið til að sjá hvort eitthvað leki. Það gerir það náttúrulega ekki til þessum mönnum. Jæja, þá er loksins komið að síðustu plötunni hérna á baðherberginu og hérna þá endum við þetta þannig að við sögum þessa nóta af plötunni sem kemur hérna. Já. Setjum svona sílikon hérna. Akkurat hérna. Svo tökum við plötuna. Já. Og hún er hérna. Það er skott að fara varlega með þessa. Já, þessi er dálítið brotætt, sko. Og ég hjálpa þér eitthvað, eða viltu... Nei, Þú massar þetta bara einn. Þú horfir bara á mig og... Ég ætla að horfa á það og læra. Já. Sko. Þetta tók bara 2 sekúndur, ekki? Já. Þegar þessi er lokið þá fyllum við í fúuna með fúikíti í sama lit. Þannig að þessi samskeyti muni líta út alveg eins og hinn. Að lokum komum við sturtuglerinu fyrir, en það er á lömum, þannig að Jóhann getur fært það til að vild þegar hann fer inn og út úr sturtunni. Já, gott fólk, þetta tókst. Að breyta þessu baðherbergi á Dalvík á aðeins 4 sólarhringum. Hér er það, fyrir og eftir breytingu. Það er alveg á hreinu að þessar breytingar hefði ekki verið mögulegar, hefði ekki komið til aðstoð frá frábærum iðnaðarmönnum hér á Dalvík, sem allir gáfu vinnu sína í þetta verkefni. Mér langar til þess að þakka þeim sérstaklega.